Já, ég segi nú eins og ég hef stundum sagt við áður, við höfum nú hist áður við svipaðar aðstæður, Já, það komið fyrir. en ég talaði við þig hérna fyrir í vetur og þá varstu svona, jú, þú sagðir ég stefni alltaf á toppinn, en varstu í alvörunni farin að eygja þennan möguleika? Já og nei, skilur, ég að koma með nýja hesta svolítið mikið og svona, ég var ekkert fyrirfram svona beint að stefna á þetta þó svo maður stefna alltaf á hámarks árangur, skilur, en stundum svona bara tekst þetta. En ef þú lítur yfir farin veg, bara deildina í vetur, bara deildina í heild sinni, bara hvernig finnst þér þetta? Er eitthvað sem að þú myndir vilja sjá þróast eða breytast, keppnisgreinar, staðsetningu eða einhverja útfærslur? Já, ég var alveg til í að sko dreifa þess aðeins, fara með einhverja greinar til Reykjavíkur. Mér langar að prófa að ríða í sörla út af aðstöðunni. Upphitun aðstæða inni og bara, já, glæsilegt hús og já, það fullt af möguleikum sem hægt að gera með meistaradeildina, ekki spurning. Þú ert ekkert æstur að fá smalan aftur? Jú, ég var alveg til í að taka þátt í því. Ég hafði mjög gaman að þeirri grein. Þú reynir vissulega á fjölhæfnina, en Árni, við erum bara í lok mars, árið allt framundan, mótin í vor, kynbótasýningarnar, landsmót og svo framvegis. Svona, hvar ert þú staddur á þinni vegferð? Ertu farin að hugsa þetta allt til enda eða tekurðu viku fyrir viku? Já, ef maður tekur þetta svona í skrefum, skilur, en auðvitað maður með skammtíma markmið og svo langtíma markmið og þetta lítur bara vel út fyrir vorið og sumari, sýnst mér. Hvernig fagnar Árni Björn Pálsson svona stórum áfanga? Hvað gerir helgina? Ég hef stundum svona, ég þarf að læra það betur. Ég hef einhvern veginn svona, ef ekki tekið mér nógu mikið moment í að staldra við og átta mig á því hvað raunverulega að gerast. Þegar maður alltaf búinn að vera svo upptekinn af því að halda áfram. Þannig að ég veit það ekki, eitthvað bara venjulegt. Þú verður heima að knúsa hvolpa? Já, ætli það ekki. Það góð leið. Þú gefur þér að minnstakosti smá frí helgina og ég segi bara enn og aftur innilega til hamingju með þetta og ég ætla að segja innilega til hamingju með fjölhæfnina og úthaldið. Já, takk hérlega fyrir það.